Kæru vinir, við erum komin hér saman til kveðjustundar í dag. Ég votta ykkur öllum innilega samúð vegna fráfalls Ragnars Ómarssonar, Ragga, sem við kveðjum hér í dag. Ég verið beðin að koma á framfæri kveðjum. Það kveðja frá Jóni, Janni og börnum, frá Grétu Gunnarsdóttur og Þráni Eyjólfssyni. Það kveðja frá systkinum Ómars, Ingibjörg Margrét Matthíasdóttir frá Danmörku, Guðrún Sigríður Matthíasdóttir sem býr í Búdapest og Vilhjálm Matthíasson á Ísafirði senda hér innilega samúðarkveðjur og einnig Oddný Freyja Jökulsdóttir og Emil Skúlason og Alexandra Sveinsdóttir og fjölskyldu sem búsett í Danmörku og frá Hlyni Jökulssyni og fjölskyldu sem búsett í Noregi. Það gott að koma saman, það gott að leita huggunar og styrks hvert hjá öðru, deila saman góðum minningum, leita styrks í tónlistinni sem verður flutt hér sem í anda Ragga og nokkur af hans uppáhaldslögum. Og við fáum einnig huggun og styrk í Guðs orði og bæninni og við skulum signa okkur, við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja saman. Almáttigi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Í Jesú nafni. Amen.
Páll apóstoli segir: Kristur Jesús er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists? Ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Amen. Gjörið svo vel og rísið úr sætum ef þið treystið ykkur til og heyrið heilagt Guðspjall sem stendur hjá Jóhannesi. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefðir verið hér væri bróðir minn ekki dáinn, en einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisunu á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Það þarf fólk eins og fyrir fólk eins og við, frá bláu
Það húmar, nóttin hljóð og köld í hjarta þínu tekur völd. Þar fölnar allt við frostið kalt, en mest miskunn Guðs. Frostið býður faðminn sinn, þér finnst þú stundum vinur minn sem veikur reyr, megnei meir, en mest miskunn Guðs. En vit þú það sem þreyttur og þú sem djúpur harmur sker, þótt hrynji tár og svíði sár, að mest miskunn Guðs. Þjáningin hluti af lífinu. Hún vitjar okkar allra á ólíkan hátt. Flest okkar fáum það þolanlegan skammtavenni að við lítum á hana sem hluta lífsins, en sum okkar sligast undan þeirri byrði sem þjáningin Við þessu eru engin skynsamleg svör. Afl þjáningarinnar ægilegur og yfirþyrmandi leyndardómur sem jafnvel Guð virðist stundum vanmáttugur gagnvart. Það sjáum við í Jesús sem var krossfestur. En einmitt í vanmætti okkar og sorg það hjá Jesú Kristi sem við finnum svörin við leyndardómi þjáningarinnar. Það eru ekki svör raka og skynsemi, heldur svör kærleika og umhyggju. Við heyrðum áðan Pál postula lýsa þeirri sannfæringu sinni að ekkert muni skilja hann frá kærleika Krists. Og þetta líka sannfæring mín. Ég trúi því statt og stöðugt að ekkert fái slitið okkur úr hendi Guðs. Hvorki þjáningan né sorg, ekki einu sinni dauðinn sjálfur fær skilið okkur frá kærleika og umhyggju Guðs sem að skapaði okkur og Jesú Krist sem var manneskja eins og við, leið þjáningar og sorg og upplifði þann mesta vanmátt sem nokkur manneskja getur upplifað þegar hann hrópaði á krossinum: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Jesús með okkur í sorginni. Ekki vegna þess að hann þjáðist á krossi og dó. Það hafa margar manneskjur gert það og öll deyjum við. Heldur vegna þess að hann sigraði dauðan. Í dauða og upprisu Jesú Krist finnum við þá von sem allri sorg og þjáningu yfir sterkari. Að dauðinn sé ekki endalok, heldur aðeins áfangi á vegferð. Vegferð sem eilíf og líf okkar hér á jörðin aðeins örlítil varða á þeirri leið. Og á þessari leið erum við öll. Þess vegna höfum við þá von að ástvinir okkar hverfi okkur ekki að eilífu, heldur aðeins stundarsakir. Og með þá von og sannfæringu í hjarta kveðjum við Ragnar Ómarsson hér í dag. Ragnar Ómarsson fæddist þann 4. júlí árið 1971 í Keflavík. Foreldrar hans voru María Hafdís Ragnarsdóttir og Sæmundur Helgi Einarsson. Þegar Ragnar var 2 ára kynntist María Ómari Hafsteini Matthíassyni og þau tóku upp samband og þegar Ragnar var að byrja sína skólagöngu ættleiddi Ómar hann, enda hafði hann gengið Ragnar í föðurstað. Systur Ragnars samfeðra eru Hafdís M. Sæmundsdóttir, Elín Björg Þráinsdóttir, Valgerður Sæmundsdóttir og Ólöf Sæmundsdóttir. Ragnar var einkasonur Maríu Hafdísar sem lést árið 2017. Ragnar eða Raggi eins og hann var alltaf kallaður ólst upp í Keflavík og bjó fyrstu árin ásamt foreldrum sínum á Vesturgötu 13. Hann var fljótt mjög sjálfstæður. Það þurfti lítið að hafa fyrir honum og honum gekk vel í skóla. Hann var orkumikill og hafði mikla ástríðu fyrir fótbolta. Tíma bjó hann næstum því á fótboltavellinum. Hann hafði fótbolta með Keflavík og var meðal annars í landsliðinu undir 17 ára aldri á sínum tíma. Hann var alla tíð ástríðufullur Aston Villa aðdáandi og kom það meðal annars til að því að Ómar hafði keypt handunum Aston Villa treyju á ferðalagi. Hann hafði líka gaman af að smíða kofa út á smíðavelli og hann var mikið jólabarn. Hann elskaði að bera út jólakortin og hann var ekki par ánægður þegar hann stóð Ómar að því að setja í skóinn
af því að hann hélt að hann væri að reyna að stela innihaldinu. Þegar Ragnar var í kringum 10 ára flutti fjölskyldan á Mávabrautina í Keflavík. Á unglingsárunum varð hann mikill snókerspilari og hann og Pétur vinur hans eyddu mörgum góðum stundum á hinum ýmsu snókerstofum. Þeir félagar tóku þátt í snókermótum út allt land og unnu til verðlauna. Eftir grunnskólagöngu byrjaði Ragnar í bakaranámi í Fjölbraut Suðurnesja. Á þessum tíma fluttu María og Ómar vestur á Ísafjörð og Ragnar varð eftir í Keflavík. Þar átti hann gott athvarf hjá Rut móðursystur sinni. Raggi fann að líf bakarans átti ekki við hann og hann fór í matreiðslunám í hótel- og veitingaskólanum. María og Ómar skildu árið 1989 og María flutti aftur til Keflavíkur en þá var Raggi kominn suður. Hann átti þó alltaf náið samband við mömmu sína og móðurömmu, ömmu Stínu, sem hann þótti alltaf leitt að börnin hans skildu ekki bera gæfu til að kynnast. Á meðan á námi stóð var Raggi á samningi hjá Glóðinni í Keflavík. Hann útskrifaðist úr hótel-veitingaskólanum árið 1994 og að loknu námi starfaði hann við sitt fag hér á landi og flutti til Noregs síðan þar sem hann vann sem matreiðslumaður árið 1996-7. Það ár, 1997, kynntist Raggi síðan barnsmóður sinni Erlu Snorradóttur. Þau bjuggu saman í 18 ár, bæði í Noregi þar sem dóttir þeirra María Líf fæddist árið 1998, en lengst af bjuggu þau hér í Sólheimunum í Reykjavík. Sonurinn Ólífur Snorri fæddist síðan árið 2007. Raggi átti glæstan feril sem matreiðslumaður. Hann starfaði sem yfir matreiðslumaður á Hótel Holti, leikhúskjallaranum og á veitingastöðunum Salt og Dómó. Hann var lengi vel lykilmaður í matreiðslu landsliði Íslands áður en hann tók við því sem þjálfari árið 2006. Með landsliðinu vann hann meðal annars til bæði silfur- og bronsverðlauna í heimsmeistarakeppninni í Luxemborg árið 2006. Auk þess hreppti Raggi silfur- og bronsverðlaun með landsliðinu á Ólympíuleikunum í Erfurt í Þýskalandi árið 2001. Hann var valinn matreiðslumaður ársins árið 1999, matreiðslumaður Norðurlanda árið 2003 og lenti í öðru sæti í alþjóðlegu One World matreiðslukeppninni sem haldin var í Suður Afríku árið 2007. Félagar hans úr Bocuse d'Or akademíunni minnast hans sem meistara keppniskokks. Það var alltaf gaman í kringum hann og stutt í grínið og auðvitað í holtshrokann. Í keppnum var hann ótrúlegur, skilningurinn og útsjónarsemin í hæsta gæðaflokki og hann lærði alltaf af keppnunum hvað hann myndi gera betur næst. En Raggi var meira en bara keppniskokkur, því hann var einnig frábær persóna og leiðtogi. Nálægð hans í eldhúsinu veitti öllum öðrum sjálfstraust í kringum hann og tilfinningin var að það gæti ekkert klikkað. Raggi kom líka að framleiðslu sjónvarpsþátta og gaf út matreiðslubækur. Undanfarin misseri hafði Raggi nýtt sérþekkingu sína á sviði matreiðslu í að endurræsa veitingastaði víða land og gæða þá nýju lífi. Raggi var skemmtilegur maður. Hann var hrókur alls fagnaðar, en kurteis og auðmjúkur og flíkaði til dæmis ekki mikið sínum góða árangri í starfi. Hann hafði líka mikla samkennd með þeim sem minna máttu sín. Húmorinn hans var svona pappahúmor, hann hafði gaman af að snúa út úr og var snöggur í tilsvörum og var aldrei orðlaus. Hann hafði ákveðnar skoðanir og stóð við þær. Á heimilinu var Raggi líka listakokkur. Hún var mikið í mun að börnin fengi hollan mat. Reyndar var hann mikill aðdáandi KFC og gerði margar heiðarlegar tilraunir til þess að stæla þann rétt en tókst ekki. En honum tókst að galdra fram dýrindis máltíðir þótt að ekkert virtist vera til í ísskápnum. Fólk leitaði líka til hans með ýmislegt tengt matargerð. Til dæmis var það algengt að síminn stoppaði ekki á aðfangadag því að fólk vildi fá góð ráð með eldun jólamatarins og taldi Raggi það aldrei eftir sér að hjálpa fólki og jafnvel gefa þeim sósu eða eitthvað slíkt ef á reyndi eða á þurfti að halda. Raggi var skemmtilegur pabbi. Bob Marley var stór þáttur af uppvexti barnanna. Oft fóru þau á rúndinn og þá var spiluð tónlist og sungið með. Þar sem töluvert á milli systkinanna eiga þau ólíkar minningar pappa sinn. María Líf var mikil pappastelpa,
hjálpaði honum stundum í vinnunni og tók þátt í gerð matreiðsluþátta með honum. Þar sem þau voru að útbúa holt nesti, reyndar slæddist einn kleinurringur með svona upp á grínið. Og börnin æfðu fótbolta og var Raggi stoltur af þeim í boltanum. Hann tók þátt í ýmsum mótum með þeim og sá meðal annars að græja matinn fyrir Þróttara á pæjumóti á Sigló. Eins og áður sagði var Raggi stoltur stuðningsmaður Aston Villa og var yfirleitt eini maðurinn sem mætti í öðrum búningi en rauðu þar sem flesti vinir hans héldu annarkvort með Liverpool eða Manchester United. Þetta var svolítið flókið þegar Oliver Snorri ákvað að halda með Liverpool og þurfti Raggi svolítinn tíma til að taka það í sátt. Raggi átti Aston Villa húfu sem hann setti alltaf á Maríulíf áður hún labbaði í skólan og sagði: María, þessa húfu skaltu bera höfuðið hátt og ekki láta neitt segja þér annað en að Aston Villa séu bestir. Einn daginn rættist draumur Ragga, Aston Villa kom og spiluð á Íslandi og Raggi fékk eiginhandar áritanir frá þeim og varð barnslega glaður yfir því. Áður fyrir ferðaðist fjölskyldan töluvert saman, bæði innanlands og erlendis. Það var mikið farið til Danmerkur að hitta Jón Davíð vinan sem bjóð þar og hann átti gott samband við Elínu systur sína og á yngri árum fór Raggi oft í heimsókn vestur á Ísafjörð þar sem Elín ólst upp og kenndi henni meðal annars að spila púl. En það hallaði undan fæti hjá Ragga og Bakkus sem hafði fylgt honum alla tíð færði sig sífellt upp á skaftið. Erla og Raggi skildu árið 2015 og Raggi flutti til Danmerkur og fór að vinna þar. Hann hitti þar Bergeyju Jóhönnu Júlíusdóttur sem hafði verið fyrsta kærastan hans og þau tóku upp þráðinn aftur. Þau bjuggu á Jótlandi og Oliver Snorri fór oft í heimsóknir til þeirra og ferðaðist með þeim, meðal annars til Tyrklands og á þaðan góðar minningar af pappa sínu. Bergey reyndist honum og börnunum einstaklega vel og hún og börn hennar biðja fyrir góðar kærleikskveðjur hingað í dag. Raggi kom heim í byrjun þessa árs eftir að slitnaði upp úr sambandi hans og Bergeyjar. Hann reyndi að koma undir sig fótunum í starfi en líkaminn var farinn að gefa sig og heilsunni hrakaði. Hann hafði farið í nokkrar meðferðir, svo síðasta nú í mars, en allt kom fyrir ekki og hann lést á Landspítalanum þann 1. júní síðastliðinn. Við sjáum það því miður allt of oft að ekki fara alltaf saman gæfa og gjörvileiki. Það er sárt til þess að vita að þessi frábærlega vel gerði og flotti maður skuli hafa látið í minni pokan fyrir Bakkusi sem hafði verið hans byrði árum saman. Við erum farin að gera okkur betur og betur grein fyrir því að undir glaðlegu yfirborði margra sem virðast lifa eðlilegu lífi kraumar oft vanlíðan og sársauki sem fá engan farveg og eitra líf og líðan allt og margra. Við sjáum í dag á eftir góðu manni, kærum ástvini og vini og við syrgjum allt það sem hefði getað orðið leið og við syrgjum Ragga sjálfan. En við skulum ekki gleyma því að við getum verið þakklát fyrir allar góðar minningar og af þeim er nóg af taka og þið getur verið stolt af öllu því sem hann áorkaði og öllum þeim góðu gjöfum sem Guð gaf honum. Og trúið mér, Guð gengur með ykkur. Guð er með ykkur núna í sorginni, í vanmættinum og eftirsjáni og við trúum því að Guð sé líka með Ragga, að hann sé auðvafinn hans ljósi og hafi fengið þann frið sem hann þráði. Og Guð gefur okkur styrk til að lifa lífinu og halda minningu Ragga á lofti. Og syng þú hverja sorgarstund þann söng ást þótt blæði und og allt sé mist þá áttu Krist, því mest er miskunn Guðs. Amen.
Við skulum biðja. Guð skapari í himnaríki miskunna þú oss, Guð sonur og lausnari heimsins miskunna þú oss, Drottinn Guð heilagi andi miskunna þú oss. Já, Drottinn Guð, við komum fram fyrir þig í dag og við þökkum þér fyrir lífið sem þú gefur okkur og allar þínar góðu gjafir. Við þökkum þér fyrir gleðina og kærleikan, fyrir umhyggjuna og allt það sem að við fáum að njóta. Og við þökkum þér fyrir það að þú hefur lofað okkur því að ekkert fái skilið okkur frá kærleika þínu. Já, Drottinn Guð, við þökkum fyrir líf Ragga sem við kveðjum hér í dag. Þökkum þér fyrir allt það góða sem þú gafst honum. Við biðjum þig að blessa allar góðar minningar hann. Og við felum þér erfiðari minningar og allt það sem að hvílir á hjörtum okkar. Við biðjum þig að vera með okkur í sorginni. Blessaðu börnin hans, Maríu Líf og Ólífer Snorra, systur hans og aðra fjölskyldumeðlimi og alla vini og vandamenn, öll þau sem að hér kveðja í dag. Hjálpa okkur að skynja að þú ert með okkur, þú gengur með okkur og umhyggja þín og kærleikur þinn umvefja okkur. Gef okkur von, góði Guð, að við fáum að mætast öll frammi fyrir þér þegar okkar tími kemur. Og allar bænir okkar felum við í bænina sem Jesús kenndi og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. In the summer nights, when the moon shines bright, feeling love forever, and the heat is on, when the daylight's gone, still happy
Ragnar Ómarsson, af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum drottin þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen.
Að lokum þessara athafnar og þar sem að þetta er bálför þá verður kistan borin hér út og sett á búkka fyrir utan kirkjun og ykkur býðst öllum að signa yfir á leiðinni út og síðan hefur fjölskyldan boðið til erfidrykkju í sal Matvís að Stórhöfða 31 og þið eruð öll velkomin þangað. En nú býð ég ykkur að rísa á sætum ef þið treystið ykkur til og taka blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.